Velkomin í 5. þátt Stamvarpsins. Hlustendur og áhorfendur mögulega og gestur þáttarins, Svanhvít Ásta Smith. Takk fyrir að koma. Takk fyrir að bjóða mér. Nú, þessi þáttur, hann verður mögulega aðeins styttri vegna þess að það er bara einn stamari á staðnum. Já. Svanhvít stamar ekki sjálf, en hún er foreldri barn sem að stamar. Sonur þinn. Já. Hann stamar og er 10 ára verður... Hann verður 10 ára á þessu ári, já. Hann verður 10 ára á þessu ári, akkurat. Og ég ætla að benda hlustendum á, þeir sem eru ekki að horfa á okkur, en er að hlusta, að ef að það allt í henni heyrist ekkert, eða heyrist svona skruðningar eða skrítinhljóð, að þá er tækið þitt örugglega ekki bilað, heldur er ég mögulega bara að stama. Og já, ég skal reyna að detti í einhverjar góðar blokkeringar. Við sjáum til hvað ég stend mig vel. Heyrðu, en já, ég fór að hugsa og við sem að stöndum að stamvarpinu, okkur langaði að fá svolítið svona fjölbreytta viðmælendur. Það er svona fólk úr ýmsum áttum og og við höfum verið að hugsa svolítið stöðu barna sem að stama og ekki síst kannski í skólakerfinu og svona ákveðin mál þar sem að okkur er umhugað Þannig að okkur fannst að það gæti verið sniðugt og bara áhugavert að bjóða foreldri barn sem stamar í þáttinn til þess að já, bara fá svolítið innsýn inn í það og ég held að margir foreldrar barna sem að stama bara þyrsti svolítið í einhverja svona umræðu og fá eitthvað svona, já, einhverja speglun, já, við sína upplifun. Þannig að ok, sko, mér langar bara að byrja bara á því að spyrja þig bara, já, hvort þú vildir segja okkur aðeins kannski bara sjálfa þig og svo aðalega kannski bara þína reynslu og svona þína upplifun í gegnum tíðina frá því að sonur þinn byrjar að stama og svona hvernig þetta ferli og allt saman svona hefur verið bara, við byrjum á því. Já, ég veit svo mikið hvað þú vilt vita mikið mig persónulega, en ég er búin að vinna á leikskóla allavega í mörg ár. Ég er með BS í sálfræði og BS í tölvunarfræði, en í rauninni ekki unni við það við sálfræðina nema bara á leikskóla, sem er náttúrulega að hjálpa þar. Ég hef verið stuðningsfulltrúi fyrir einhver börn og mikið svona, já, verið að fræða mig einhverfu og alls konar greiningar, sko. Og svo, verð ég mamma 2016, þegar strákurinn minn fæðist. Sem var náttúrulega bara yndislegt og gekk allt rosa vel, en ég fór strax að taka eftir mér fannst hann ekki alveg svona kannski eins og öll önnur börn, hann er rosa sérstakur, hann er sérvitur og ekki mikil félagsvera. Þannig að við fórum svona, já, að skoða það hvort það gæti verið einhverfa þar líka. En ég enda hélt að ég væri bara svona rosalega viðkvæm fyrir þess að því ég hefði unnið með einhver börn, væri bara einhvern veginn að pikka upp allt, sko. En það endaði með því að hann fekk einhverju greiningur, enda eftir svolítið mikið stapp. Svo áður en að það koma, þá mitt byrjaðan að tala og hann var svolítið seinn að byrja að tala, eins og fylgir oft einhverjunni. Og það svo sem gekk alveg vel og þegar hann óksins byrjar, hann er svolítið svona, hann gerir ekki hlutina fyrir hann getur þá. Já, og það var eins með þetta, hann labbaði náttúrulega ekki fyrir hann gat labbað algjörlega. Já, ok. Hann bara sleppti sér og hann labbaði bara. Svolítið fyndin og það var eiginlega eins með talið, hann eiginlega byrjaði ekki almennilega að tala fyrir hann bara gat
talað, sko, og þá bara stoppaði hann ekki. Og þá talaði hann á fullu, en hérna, svo byrjaði allt í hann að koma högt, sem sagt. Og við vorum ekkert svona eitthvað að pæla í því, þannig séð. Það var alltaf að tala þetta væri bara svona barnastam, væri mjög algengt þegar þau byrja að tala, að þau byrja að högta svona aðeins og svo bara elsta af þeim. Einmitt. En hann var svolítið svona að kom og fór, hann stamaði og högti svolítið mikið í einhver tíma og svo bara hætti það, svo byrjaði hann aftur og svo hætti það aftur og við vorum alltaf svona, já, þú veist, vissum ekki alveg hvað við höfum að halda, sko, þannig að það var aldrei neinn beint talþjálfun eða neitt svoleiði, sko. Og hvað er hann orðin, eða sko hvað er hann gamall á þessum tímapunkti? Þetta var bara í leikskóla, hann byrjaði almennilega kannski að tala 2-3 ára, þú veist, 3, já, og svona upp úr 4-5 þá var farið að heyra svona þetta, stam í rauninni og ég man það bara núna, það var svo sætt ég á eitt myndband á hann það sem hann er að horfa Katy Perry myndband okay. og hann kallaði hann alltaf Berry algjör dulli sko okay. Og ég var ekkert að pæli því að þetta var eitthvað stam, þú veist, þetta var bara, mér fannst eins og hann væri bara einhvern veginn að reyna að segja þetta og væri einhvern veginn bara líka að fylgjast með barnamál, já, og líka, þú veist, það þegar hann var kannski að hugsa eitthvað annað, var að reyna að segja þetta en hann var að hugsa eitthvað annað þegar hann var að horfa á myndband með henni, sko og svona, ég minnst þetta svona sem hann var kannski ekki alveg að tengja við stað, mér fannst þetta rosa mikið bara eins og hann væri oft að pæla svo mikið að hann kæmi bara ekki orðunum út úr sér, sko en svo bara endaði með því að hann bara hætti sér ekkert og hann hélt áfram að stama og svo bara eða versnaði það, sko, upp úr því, sko. Já. Þannig að þegar hann byrjar í skóla og rétt á, svona 5 ára, 5-6 ára, þá er það alveg orðið ljóst að hann, sem sagt, mun stama og það er bara eitthvað sem er komið til að vera. Já, einmitt. Og fóruð þið þá, sko, eða fór hann í greiningu hjá heyrnar- og talmeinastöð eða eitthvað svoleiðis, eða? Nei, hann fekk tíma hjá talmeinafræðing tók smá tíma reyndar að koma honum að en svo var hringt í mig og hann komst að og það var eiginlega bara þar, sko, hún eiginlega bara greindi og ég held að eina greiningin hafi verið bara það að þetta væri búið að vera lengur heldur en 6 mánuði samfleytt eða eitthvað svoleiðis og og hefði ekki sem sagt hætt og væri að aukast en ekki að minnka. Að þá var í rauninni komin svona þessi greining að þetta væri, eins og segi, komið til að vera. Þetta væri hann. En hann alltaf tók smá tíma að koma honum inn í talþjálfun, hann alltaf servitur sem ég sagði á hann. Hann vildi ekkert tala við talmeinafræðinginn í nokkur skipti, þannig að ég fór með hann í 2-3 tíma þar sem hann bara satt og sagði ekki orð og horfði á hana bara og ekki gera neitt, sko. Þannig að, það er svona... bara ákveðin ungur maður. Hann talar ekki við hvern sem er. Nei, akkurat. Þannig að, en það kom nú alveg. Og ég menna, það er bara ekki dóðilegt að taka smá tíma, bara byrja að treysta fólki og... Algjörlega. Og þú veist, aðeins að sjá hvernig hlutinir funkar svona. Já. Hann er mjög svona mikið þar, sko, ef hann veit ekki hver manneskinn er. Já, akkurat. Það er ekki alveg þessa manneskinn. Já, sem að tengist örugglega staminu ekkert endilega neitt, sko. Nei, það er meira hans karakter, kannski eitthvað einhverjan, en það er svona meira hans karakter bara. Já, akkurat, já. Ok, og hvernig, sko, hvernig var bara svona tilfinningin hjá þér og ykkur? Foreldrunum, sko, þegar þið áttið ykkur á því að hvernig leiði ykkur með það þegar þið áttið ykkur á því að hann mun er komin í hóp stamara stami, óbyrjulega þessi komi, þetta var alveg pínu sjokk auðvitað, að því að þetta var svona alltaf að koma og fara og maður alltaf svona vissum að þetta myndi bara lagast en mér fannst þetta samt líka svolítið skrítið og pínufyndið að því að við náttúrulega þekkjumst. Já. Nú kemur það fram, við þekkjumst. Já, það er búin að þekkja því mjög lengi. Já, 40 ár.
Ekki alveg Kristján, en hérna 30. Eigum við að láta klippa þetta út? Nei, það kom svo gott staf núna, getum ekki klipta út. Nei. Allavega, já. Þannig mér fannst þetta bara svolítið fyndin tilviljun og eiginlega sko hugsa ég eiginlega sama og með einhverjuna, þú veist, þar ég bara svona sýrð með þetta, þú veist, af því að ég svo völ hérna og þekki manneski sem stamar að ég fari strax að hugsa þú veist, stamar hann, skilur þegar að byrja að höfta. Akkurat. En svo þegar náttúrulega aðrir fóru að tala þetta líka þá kom það. Og það náttúrulega líka hjálpaði mér að auðvitað, þú veist, ég viss alveg, hérna, þekkti þig, skilur og þú ert nú bara alveg gett. Hérna, ég viss alveg að þetta væri ekkit eitthvað sem væri eitthvað hræðilegt, skilur eða, hérna, einhver endalók, skilur þannig ég bara, þú veist, þetta bara verkefni sem við þurfum að díla við, en þetta var alveg pínu sárt, að því ég hugsaði að ég aðalega bara eins og örgulega flestir fóru kannast við, að það kannski ekki bara það að maður sé leiður yfir því að, þú veist, hann stamar eða hann sé á einhverju rófi eða eitthvað svo leiðis, það meira þetta að þetta verður erfiðara fyrir hann. Já, akkurat, að svona hann á eftir að mæta einhverjum hindrunum og ég meina mögulega bara verða fyrir einhverju leiðinlegu áreiti, allt það, akkurat. Þannig að það var eiginlega meira það, sko, eitthvað svona greiði hann eða þú veist, að því maður vill ekki að barnið sitt þurfa að gangi gegnum eitthvað svona. Nei, einmitt. Að lífið sé erfiðara heldur en það þarf að vera. Já. En hérna við erum þetta bara mjög heppin með það, hann hefur sem betur fyrir ekki lent í aðkasti eða stríðni. Búin að vera með sömu krökkunum frá því að hann var 2 ára, sko, á leikskóla og síðan í skóla, þannig að hérna, við erum svona blessunlega sloppið við það. Þannig að ég er mjög hálfur með það. Já, það bara mjög gott, sko. Já. Það held ég, er bara mjög erfitt ef því bætt ofan á. Já. Já. Og nú allt annað. Einmitt. Og hvernig, sko, sástu hvernig var þetta fyrir hann, þú veist? Heldurðu að, bara ef þú vilt deila með okkur, þú veist, sástu sko bara svona hvernig honum fór að líða með þetta að hérna með stamið sko hafið þið svona eitthvað rætt það kannski? Já, þetta hefur alveg verið svona, að því eftir hann var eldri sko og kannski hann fór átt að sjá því að hann væri ekki alveg eins. Við hefum alltaf verið rosalega opin með þetta og hérna veist, við fórum aldrei í eitthvað svona, og hún einmitt bent okkur það líka að tala um fræðingur, það væri aldrei eitthvað svona, við skulum, veist að hann stamar, sko. Já, það var eitthvað svona feimnismál. Hann stamar þessi, þú veist, eitthvað svona, sko, heldur við bara, þú veist, hann stamar, og segjum líka alveg, þú veist, ansi á einhverju rófi, þess að hann enda með líka ADHD-greiningu, þú veist, og hann veit alveg af þessu, og hérna, og dóttir mín líka sem líka hérna með greiningu ADHD þú veist við tölum bara þetta hvernig heilin okkar virkar öðruvísi og hérna og eins með stamið að þetta ekkert feimnismál, þú veist þetta bara hann, þetta hluti af honum og þú veist og við tölum bara það eins og hvern annan hlut það bara þannig að þú veist við hefum alltaf gert þetta bara rosalega svona, ég veit ekki, eðlilegt, þú veist sem þetta alltaf þetta bara hluti af mannrófunu. Já, einmitt. Og hérna, og ekkert sem að þarf eitthvað að skamma sig fyrir og frekar þá upplýsa fólk, þú veist, ef það eitthvað, fólk verður eitthvað hissa eitthvað, þá segjum við bara, já, hann, þú veist, hann stamar. Þannig að, eða hann erfitt með að standa uppi eða fyrir framann fólk og tala eða eitthvað. En hérna, við með þess að gera grína þessu heima og þú veist, náttúrulega ekki af honum en svona þú veist að grínast að því stundum þetta alveg pínu fyndið, sko. Já, ef komum upp einhverja finnar aðstæður eða svona, já, akkurat. Já, þannig að það hefur verið svona okkar svona hugsun í þessu að gera þetta bara, þú veist, þannig að hann verði ekki viðkvæmi fyrir þessu, hann sé vanur þetta sé bara einhvern veginn hann og þú veist, það má gera grín af þessu eins og öllu öðru. Já, akkurat. Já, ég hugsa, ég hef sagt þér það ekki þegar hann
að það svo breytist stamis og hvaða sem hann stamar og tók tímabil þar sem hann tók R-ið. Hvaða hljóðir, jú, einmitt, já. Og það var svo frábært að dóttir okkar einmitt á þessu sama tímabili gat ekki sagt R. Já, og hún er yngri. Hún er 2 árum yngri. Já, já. Og hún var það var seinasta hljóðið sem hún náði, sem var alveg eðlilegt svona, en hún var samt seinni heldur en. Já, akkurat. Og gat ekki, það kom aldrei R, alltaf ei. Okay. Og svo var hann að tala og þá var hann Já, og stamaði þannig og rúlaðist svona R-ið. Alveg. Hann ekki að setja R-ið inn fyrir hana. Já, og vorum alltaf að grínast með að þetta væri svona, hann væri svolítið svona rub it in, sko, svona. Já, svo. Nú þessu svona aðeins að hann geti sagt, sko, R en ekki hún. Já. Þannig að við alveg hlóum bara, þú veist, af þessu og öll, sko, fannst þetta öll mjög fyndið. Þetta er skemmtileg tilviljun. Sama hljóðið. Já, akkurat þessi tíma. Já. Mér svolítið að minni mig á að því þú ert að tala að hann og þau bæði eru með þessar greiningar, þau eru skeinsegin, eins og það kallaði í dag, og neurodiverse, sem þýðist sem hvað? Er ekki eitthvað íslenskt hugtak yfir það? Jú, það var, ég nota yfirleitt alltaf skeinsegin, það skeinsegin, já. Já, það er kannski bara, allána. Það, áhugavert með það að því að að því við erum farin að tala það, sem bara diversity, bara þessi fjölbreytileiki. Já, það er mitt. Það er svo gott orð. Þessi, fjölbreytileiki, að það er bara þessi flóra og þú veist, mannfólk er bara alls konar og við erum alltaf ólík og mismunandi persónleika. Einu sinni voru þetta kannski bara kallaðir mismunandi persónleikar og nú erum við með eitthvað svona eða skrítið fólk eða skrítið fólk eða eitthvað sérstakt eða bara sérstakt. En sko ég heyrði að því ég fór á heimsráðstefnuna STAM sem haldin á 3 ára fresti og hún var núna síðastliðin ágúst, í fyrra, í Finnlandi. Og þar hitti ég konu sem er sko talmeina fræðingur, hún stamar held ég ekki sjálf, er ensk og bara akkurat stólið úr mér hvað hún heitir. En hún hefur kynnt sér stam á svona, horfið svolítið svona vítt á þetta og horfið bara svolítið vítt bara á mennskuna, einhvern veginn, og hvernig við erum sem fólk og bara, og er að spá mikið í fjölbreytileikanum og inngildingu og þannig málum. Og hún eiginlega kenndi mér hugtakið sko talfjölbreytileiki. Okay. Eða speech diversity sem að ég hafði ekki heyrt áður, þú veist. Og sem að nær þá utanum til dæmis stam og svo er bara, þú veist, annað, eða sko það eru auðvitað fleira sem að þá líka eins og að vera smámæltur eða ábyggilega, ég er svo sem ekkert kafað onni nákvæmlega sko, eða hvort þetta sé eitthvað svona formleg sko greininga hugtækja þannig, skilurðu. En minnst það bara skemmtilegt að setja stam líka í þetta samhengi sem bara hluti af þessum fjölbreytileika sko. Algjörlega. Og ég held að sé mjög hjálplegt fyrir okkur að hugsa það þannig, af því að við sem stömmum, þú veist, við erum svo mörg alltaf einhvern veginn að berjast við eða svona reyna að leiðrétta þessa hugmyndum að maður eigi að reyna að hætta að stama, sem að er ekki hægt. Þú veist, það mun alltaf vera þarna einhvers staðar lurking. En svo að sko að heldur þetta að embracea það, að umfaðma það, þú veist, og gangast bara við því sem hluti af sjálfum sér og sem hluti bara af heiminum, þú veist, og mannflórunni. Og taka manni bara eins og maður er. Og taka manni eins og maður er, þú veist, sem að er rosalega mikið þessi orðræða og svona þessar hugmyndir í kringum skynseginleikan, sko. Þannig að já, það er það sem við höfum alltaf í rauninu reynd að kenna honum og ég var að tala við hann þetta bara í morgun og þá vorum við eitthvað að tala stamið, var ekki okkur að koma upp, en ég sagði mitt og þá sagði hann eitthvað svona, mér finnst það samt alveg stundum ógeðslega leiðilegt
Já, en það það er það bara, alveg líka. já, ég veit það alveg, ég skil það alveg, en þetta er bara samt hluti af þér, Já, þú veist, þetta er bara þinn, já, partur af þinni heildarmynd sem Já. gerir þig að þeim sem þú ert, þannig að kannski verður maður bara líka að læra að þykja vænt þann part, sko. já, akkurat. En já, en svona almennt með hans, þess að hvernig honum hefur liðið með stamið, þú veist, það hefur verið alveg svona upp og ofan í menn eins og þú segir, þetta er erfitt og þú veist, allir svona, allt sem gerir mann í rauninu öðruvísi, það eru þetta erfitt og það gerir manni svolítið svona erfitt uppdráttar, en ég held þetta samt styrkir mann, eða þú veist, maður verður svona kannski sterkari karakter og þarf kannski að vera svolítið sterkur karakter til að komast gegnum það, þess vegna höfum við svolítið aðlega upp í þessu, að við erum ekki að vorkenna honum, þú veist, við finnum bara nýja leiðir og já, og það, svona er þetta bara, þú veist, það er ekki að breyta, við getum ekki breytt þessu, en við getum kannski unni okkur svona þessi kringum að Já, akkurat. við gerum hlutina. Já, einmitt. Já, það er svona, þú veist, einmitt, maður þarf stundum að sko að því við erum svo mörg sem að stöðum sem erum svona já, sem erum svona, þú veist, að hugsa þetta meira á svona þessum jákvæðu nótum, einmitt, eins og við höfum verið að tala en svo er þetta líka bara oft ógeðslega erfitt. Já. Og og ég svona kalla mig stundum svona lúxustamara af því ég hef oft frekar mikið talflæði. Já. Svo stama ég bara mjög mikið kannski inn á milli. Já. En en sko það er ógeðslega erfitt ef maður stammar. Já. Og sérstaklega maður stammar mjög mikið eða þegar maður lætur það stoppa sig mikið. Já. Og hættir við að segja hluti og maður er mikið í því, sko, þannig að þú veist, já, þetta er einhvern veginn bæði bara mjög erfitt og líka bara hvað ég að segja, þú veist ekki. Já. Já, einhvern veginn, það er það getur verið alls konar, sko. Það má líka alveg segja það, þú veist, það er erfitt, Já, en það þarf ekki að vera samt slæm, það er eiginlega það sem Já, það er rosalega. Þetta er ekki slæmur hlutur, sko. Já, einmitt, það er mjög vel orðað. Það er erfitt en ekki endilega slæmt, já. Af því að maður auðvitað bara lærir og þroskast og allt. Og ef maður lætur, þú veist, einhverju svona, eitthvað sem gæti verið hindrun eða erfileikar, ef maður lætur það ekki stoppa sig, að þá auðvitað styrkir það mann, sko. Eins og sagt, what doesn't kill you makes you stronger. Já, einmitt. Jú. Já. Já, akkurat. Sko þá er ég að spá í að því við höfum svolítið, já, ég kannski bara nefni það núna, það var kosin í stjórn í Stamfélagi Íslands í október síðastliðin og þú varst þess að komin í þá stjórn og þar eru við náttúrulega saman. Já. Og já, það er mikill akkur fyrir félagið, held ég að fá foreldri, stamforeldri. Já. Og sko félagið fór í svona vinnu fyrir 2 árum að reyna að byggja upp barna- og ungmennastarf sem að hafði verið dálítið sterkt tíma fyrir, það er kannski komin, já, allir séu kannski komin 15-20 ár síðan, gæti verið. Og því miður þá svona tókst ekki alveg að koma því einhvern veginn af stað. Það er alltaf svona svolítið sko barningur. Þú veist, hvað finnst þér sko þetta að börn komist í tæri við önnur börn sem stama og jafnvel foreldrar barna sem stama hittist? Þú veist, er þetta eitthvað sem að þú hefur áhuga á? Sko, já, við náttúrulega reyndum svolítið að koma, en ég held þetta væri mjög gott fyrir börnin sjálf, af því að ég sé á honum að alltaf þegar ég tala
bara aðra sem stama, þú veist, ég hef náttúrulega talað um þig heima og hann hef náttúrulega hitt þig og svo hef ég sagt honum, þú veist eins og náttúrulega frá Gurnir sem King's Speecherum kónginn, þú veist, alveg söguna honum að það hefur verið kóngur í Bretlandi sem að stamaði og hann var konungur og hélt ræður, opinbera ræður og þú veist alls konar, þannig ég sé að hann einhvern veginn að hafa svona einhverja fyrirmyndir og jafningja, einhverja svona, eða þú veist, bæði fyrirmyndirnar einhvern veginn, að það séu aðrir eins og hann, en það vantar kannski, þessi jafningja, að þeir séu akkurat núna að gangi gegnum það sama. Reyndar eru við svo heppin að mörgu leyti að þeir eru 3 í bekknum. Já, ok. Þeir eru svo 30 börn í bekknum hjá honum, þeir eru 3 allan sem ég veit sem stama. Já. Hann samt kannski það sem það heyrist mest á honum, þannig að maður eiginlega það maður tekur minna eftir því hjá hinum en náttúrulega, svo við vitum það ekki bara það, það ekki bara það sem heyrist. Nei, akkurat. Og svo líka annað það að hann stamar þegar hann les, en þeir held ég gera það ekki, allavega ekki annar þeirra veit ég. Já. Hann getur lesið texta bara eins og ekkert sé og það heyrist ekkert, stafmi kemur ekki fram þar, sko. Þannig, en ég held að þetta hafa ég finn allan fyrir mig að það hefur gert mér mjög mikið bara að geta að tala við foreldrar þeirra að svona þetta litla sem við náum að tala saman stundum að það hefur hjálpað bara svona að bera saman bækur og heyra, sko. Að ég held að þetta væri æði, sko, að geta haft einhver hittinga, það virðist vera. Já, einmitt, ég nefnilega nú ég ekki foreldri sjálf nefnilega. Nei. Og ég hugsa þetta bara út frá því, þú veist, að stama sjálf og hvað það gagnaðist mér mikið að kynnast öðru fólki sem stamar einhvern veginn í svona stamfélagslegu samhengi sem að ég gerði ekki fyrir bara upp úr 20 en sko þannig að ég hef verið að hugsa þetta út frá barninu eða ungmenninu og svo var það ekki síðan svona aðeins seinna ég fattaði, býtu kannski foreldrarnir hefðu actually bara rosalega gott af því að hittast. Já. Þú veist, og og ná að ræða þetta og ég hitti reyndar konu sem að var strákurinn hennar sem stammar, hann tók þátt í þessu barnastarfi sem átti þessu stað fyrir líklega 20 árum síðan. Já. Og ég hitti hana bara, þú veist, í fyrra eða eitthvað, það bara algjör tilviljun og hann náttúrulega orðin fullorðin en hún sagði mér hvað það hefði einhvern veginn gefið þeim mikið að hitta aðra foreldra, sko. Já. Og bara, þú veist, og bara komast í tæri við þetta félag líka, stamfélagið sem að hét Málbjörg þangað til í hitti fyrra. Já. Ég held að það væri alveg. Þannig að það þessi foreldra vingill líka, sko. Já, að því að svo eins og ég sagði líka þá til dæmis minn gaur, hann náttúrulega mjög servitur, þannig að það var líka málið, sko. Að þegar ég ætla að taka hann með á hittinga þá kom náttúrulega bara, nei hvaða börn verða þarna ég þekki ekki þessi börn, ég ætla ekki að tala við leitt þarna og þannig að þú veist, það var líka svona svolítið að taka hann, þú veist, hann vildi ekkert koma, sko, en ég hugsa leiðum maður komin kannski yfir það, að þá myndan hafa rosa gott að þau, sko. Já, akkurat. En ekki nema fóreldrarnir myndi bara hittast fyrst, kannski væri meiri líkur að svo það, já, akkurat, sko. Það svona spurning með svona foreldrafundi. Já. Og við héldum reyndar einn foreldrafund. Já. Sem að var miður ekki mætt, var ekki mjög góð mæting, en svo við dembum okkur þá bara í það núna en allavega svona þema þess fundar eða umræðu efni átti að vera lestrarprófið, upplestrarprófið í skólum ef við kannski að fara aðeins út í það mál og svo getum við bara farið aftur í spjallum hitt og svona Já, sko nemendur grunnskóla þeir eru ennþá látnir taka
lestrarpróf, upplestrarpróf sem sem sagt hraðapróf. Viltu segja okkur aðeins að því nú svo langt síðan að ég tók þessi próf og á ekki börn sjálf, þannig að getur þú bara svona útskýrt aðeins fyrir hlustendum hvernig þetta próf fer fram og og svo bara ykkar upplifun og reynsla af þessu? Já, svona allavega, ég náttúrulega hef ekki verið vist þetta, en já, þetta sem sagt próf byggist á því að barnið á að lesa texta og tekinn tími og svo bara talið þegar það búið að lesa og tíminu stoppaður, þá bara talið hversu mörg rétt orð voru lesin á þessum tíma. Ég veit ekki hvort það mínúta eða hvað, sem þetta náttúrulega hljómar bara rosalega stressandi aðstæður, þú veist, það bara 1, 2 og byrja að lesa og svo mér myndi finnast þetta stressandi. Þá fyrst byrja maður að stama, sko. Já, og þá kemur bara, þú veist, stressið alveg, sko. Já. Og ég skil sko, að vissuleiti að því að þetta kannski eina leiðin til að heyra hvort að börnin kunni að lesa, en þetta eins og þeir setja þetta upp með að þetta sé að því að lestur sé grundvöllur undirstaða alls náms. Og ég skil ekki alveg að sko undirstaða náms, jú, vissulega lestur, en það ekki hversu hratt þú getur lesið upphátt, heldur það hversu mikið þú skilur af því sem þú lest. Auðvitað það kannski að flytja fyrirlestur eða einhvers konar ræðu, þar hlýtur að vera upplestur og þú veist, það séu rétt lesin orð og allt það, sko, kannski ekki á okkurum tíma, en lesa upp. En að virkilega undirstaða náms náttúrulega þetta að geta lesið sér þannig að maður skilji það. Já, lesið sér til gagns. Já, gagns og þannig að maður skilji það sem maður var að lesa og það var náttúrulega sama bara með minn, hann byrjaði í skóla og þá náttúrulega voru þessi próf bara og við vorum ekkert svona mikið að pæla í því þannig sé og hann hefur alltaf haft rosalega gaman að því að lesa og hann var eiginlega svolítið saman með það og að labba og tala og allt það, hann náttúrulega las ekki fyrir hann gat lesið. Hann var ekkert mikið að reyna að lesa og neitaði svolítið að lesa þangað til hann allt innu var bara læs og þá bara las hann og þá fór hann bara að lesa og hann tekur þú veist, bækur með sér inn í herbyggi og les bara. Og hefur verið óstöðvandi síðan. Já, finnst rosalega gaman að lesa og við lesum rosalega mikið fyrir þau líka, við lesum alltaf allar Harry Potter bækurnar og alls konar, sko, Narníu og fullt af bókum. En þegar að þetta var komið í þetta að hann átti að fara að lesa ákveðna bækur upphátt heima og þú veist. Já, það þessi heimalestur. Já. Heimalestur, alltaf lesa upp á 5 sinnum í viku í 15 mínútur. Þá var hann bara kominn í mótróa og hún fannst þetta svo leiðilegt og þetta náttúrulega bara sí, sá, sól, þú veist, sá, sí, sól, sá, þú veist, þetta svo leiðilegt. Og hann löngu farin að lesa kannski svolítið flóknari texta. Já, hann var að lesa snákar og risaeðlur og mannslíkamann og alls konar fræðibækur, það það skemmtilegasta sem hann les. Einn af þeim. Hann er búin að lesa allt sem hann kemst í bara alls konar hluti, sko. Ég held að hann segja að lesa bók sem heitir Mannapar núna eða eitthvað líka og gætt þuluð upp allt sem hann las, þú veist, ef hann las eitthvað í hljóði þá kom hann bara, já veistu hvað, þetta svona og myndi allt, sko en að lesa upp átt þá bara þá stoppaði En þurfti hann að þræla sér samt í gegnum sko, að því þetta eru svona stig, það ekki, sko, það eru bækur á fyrsta stigi, öðru stigi og þriðja stigi, það ekki rétt skilið hjá mér? Jú. Og þau þurfa að lesa, sko, þurfti hann að þræla sér í gegnum allar bækurnar þó hann væri upphátt, þó hann væri komið leskilning, sko, sem var bara fram úr. Já. Þessu, Já, hann þurfti að lesa, ég veit ekki hvort það allavega fyrst þessi hefti sem allavega voru hjá okkur. Hann þurfti að klára þau og þá mátti hann fara að velja sér bækur og þá þurfti hann að taka, þú veist, ákveði margar, kannski ekki alveg fyrst þessa bók og svo þessa bók og þessa bók, en hann þurfti að lesa ákveði margar í þessum flokk eða þessum erfiðleika og fara svo í næsta. Og hann vildi náttúrulega bara fara í, þú veist, að lesa
bækur, skemmtilega bækur. En hann þurfti að klára þetta fyrst. Já, og náttúrulega út af staminu, þá gæti hann ekki bara svona spænt sig í gegnum það, bara sís á sólverð, bara búinn. Nei. Þú veist, af því það bara tekur hann bara töluvert lengri tíma að lesa þetta uppátt. Stoppaði sko algjörlega og þetta var eiginlega bara þetta versnaði eftir þess að vorum að vera eftir því sem við vorum strangari með þetta að hann ætti að lesa heima 5 sinnum í viku og allt þetta því lengri tíma tók fyrir hann að lesa því meira staman þegar hann las og ég man alltaf eftir við vorum að reyna að láta hann lesa í bílnum stundu þegar vorum að keyra hann á æfingar og svona nýta tíman þá sko og þú veist á 15 mínútum sem hann tekur að keyra á æfingu þá að þá hefði hann í rauninni alveg átt að ná að lesa allir jöfnu að ná að lesa kannski eina svona litla bók eða halva bók bara svona hefti, ég man að eitt skipti var ég að keyra hann á æfingu og hann var búinn að lesa sko, hann var ekki búinn með einu opnu hann var búinn með sko 2 setningar og það var bara út af staminu hann bara festist og hann var svo lengi að komast í gegnum þetta að það bara, þú veist, hann komst ekkert áfram og þá náttúrulega fannst hann þetta allt rosalega tilgangslöst og hann sá ekki fram á hann myndi nokkuð tíma að fá að velja sér bækur og ég man alltaf bara þegar hann einhvern tíma stoppaði og sko grýtti í mig bókinni og sagði bara, ég vil ekki lesa þetta, ég vil ekki okkur stama ég svona mikið og við náttúrulega bara, ég náttúrulega brotnaði bara niður og við greitum hann saman, ég og hann og ég sagði bara því miður, ég get ekki gert neitt í þessu en ég eiginlega ákvað svolítið, ég ætlaði ekki að halda áfram að pína hann í þessu af því að mér finnst það ekki þess virði að uppfylla þessar kröfur sem eru settar að börn eigi að lesa þetta og þetta mikið og drepa í rauninni allan áhugan hjá honum Já, því að hættan hefði geta verið að hann hefði bara mist áhugan á að lesa yfir höfuð sko, ef hann fer að tengja þetta svona bara rosalega neikvæðum og erfiðum tilfinningum Algjörlega, og það var eiginlega fara að verða þannig hann bara vildi ekki lesa Þannig eru þið sem, bara yfir höfuð Já, hann bara, hann hætti rosa mikið á þessum tíma líka bækur sem að honum þótti spennandi og, þangað til við sagðum við hann sko, við gætum nota þær bara við erum örugglega ekki í uppbóldi hjá kennurunum sko, við höfum ekki verið í gegnum tíðina en mér er alveg sama við gerum það sem er best fyrir okkar barn sko. Og við gerðum bara samning við hann að við myndum skrifa niður bækurnar sem að hann les og ef hann les til dæmis á kvöldin og svona til gamans að þá skráum við það hvort sem er, þú veist, það er náttúrulega ekki uppátt sko. Bara hann les fyrir sig inn í herbergi og hann segir okkur hvað hann las mikið og hann er rosalega samviskusamur og heiðarlega með það og svo hefur við spurt hann út í það þú veist. Þá er hann, þið spurði hann út í hvað varst að lesa og hann segir þá frá og sýnir fram á þennan lesskilning og hann hafi actually lesið hann hafi lesið, af því hann er að lesa þetta af því hann vill vita hvað er, þú veist, hvað þessari sælur átti heima og hann man þetta allt sko. Þannig að við bara gerðum það þannig eða sátum við hliðinánum á meðan hann var að lesa og fekk að lesa í hljóði En þannig eru þið svona til að byrja með náttúrulega bara foreldrar sem eru að reyna að standa ykkur vel bara og fara og hlýða þannig að reyna að hlýða kerfinu eða skólakerfinu og kannski líka bara treysta því, þú veist og reyna að gera það sem er rétt einhvern veginn, rekið ykkur svo á þennan vegg af því að þarna virðist hvort sem maður á að segja kerfið eða skólinn eða viðkomandi kennarar einhvern veginn ekki koma til móts við þarfir hans og þarna er sko svo getur maður að fara út í það að hugsa og skoða þú veist þarna er kannski kennurum þröngur stakkur skorinn sniðin, segir maður sniðin hversu mikið svigrúm þau hafa til þess að sveigja einhverja reglur og svona. Þannig er einhvern veginn svona manneskjan að ströggla við kerfið og komum aftur þarna að þessum fjölbreytileika, sko. Já, en alltaf, mér leiði svolítið eins og að vera að reyna að tróða honum í einhvern kassa bara. Já, akkurat. Sem hann passar bara enga veginn í. Sem að, einmitt, sko.
en já, þannig að þarna á þessum tímapunkti þá bara takið þið ákvörðun að, nei, nú ætlum við bara að, þú veist, gera það sem bara best fyrir okkar barn. Já. Og bara heimilislífið og okkar geðheilsu og náttúrulega systur hans, þú veist, þetta var náttúrulega bara líka, þú veist, á meðan við vorum inn í herbyggi með hann öskrandi og grátandi og vildi ekki halda áfram að lesa og við eitthvað að reyna að pína hann í gegnum þetta, þú veist, þá náttúrulega skildi hún ekkert í því okkur hún fekk ekki athygli eða við vorum ekki að sinna henni og ég hugsa, þetta er ekki þess virði, þetta er ekki, þú veist, til hvers, til hann geti lesið upp átt eitthvað texta, þú veist, þegar hann les bara og skilur allt sem hann les og dýrkar það. En þá náttúrulega var líka spurning með að því við byrjum að tala prófin. Lestrarprófin. Sko, hann fór einmitt í þessi próf náttúrulega bara í fyrsta bekk og öðrum bekk og þetta tekið held ég hvað 3 ára ári eða eitthvað, þetta held ég upphæðu skólaárs, segilega eftir hálft eða svo rétt eftir áramót og svo held ég enda skólaárs til að tekka svona á framförum. Og og hann var alltaf svona eiginlega í bara meðal, þú veist, hann var alltaf bara á svona viðmiðuna línunni sem var bara rosa flott og hann svona bara fylgdi því, hann var ekkert að sýna mikla framfærir, þú veist, eða að fara að lesa eitthvað hraðar, þú veist, en fór svona alltaf aðeins og það var allt í lagi bara og það var bara sagt við okkur að halda áfram bara því sem vorum að gera eða, þú veist, kom svona af og til, já, væri gott að vera kannski svolítið strangari með að lesa upp átt og eitthvað svona við svona stundir svona, já, ok og svo fórum við bara heim og gerðum okkar þú veist, því við þekkjum okkar barn við vitum hvað er honum fyrir bestu svo var hann komin í 3. bekk semst í fyrra og ég man alltaf eftir þegar við fórum á foreldrafund svo furðulegt, ég man ekki eftir þegar við vorum litlar að við vorum alltaf með á foreldrafundum en það var ekki þá held ég eða ekki eins mikið, þetta er eitthvað hugmyndum, er þetta ekki eitthvað ekkert okkur án okkar já, að það sé ekki talað hælingin, en þú veist stundum samt þar maður að ræða við kennarana þetta var svolítið óþægilegt sko, en við allavega fórum þarna með hann og og sem sagt hann sem hefur setið öllum foreldrafundum og bara, þú veist, ekki vilja segja neitt og bara þegir og einhvern veginn og yfirleitt bara vill ekki fara á foreldrafundi hann kom þannig bara og rosa glaður og ég var alveg, ok, vá hann hefur, þú veist til í þetta og ég sá bara á hann hann lappaði inn alveg rosa ánægur með sig og svo kom kennarinn og sagði góðan daginn og hann eitthvað góðan daginn, þú veist og bara, ég var svo stolt á honum og svo settist við niður og byrjum að tala þetta eða tala svona hann, bara hvernig gengi og svona og svo kom niðurstöðunar úr þessu leshraðaprófi og þá sést náttúrulega bara línan sem sagt að hann sem var búin að vera alltaf á þessari meðaltalslínu tók bara dífu niður. Þá var hann bara komin sko niður í leshraða undir viðmiðum í 1. bekk. Þannig að hvað þá í 3. bekk, þú veist. Og þá var náttúrulega stelpan mín í 1. bekk þannig að ég held að hún hafi verið, þú veist, herra en það var svo sem ekkert, en bara hann sá bara línuna og niður og og kennarinn sagði eitthvað að já, hann væri svolítið að fara aftur eða þú veist og svo náttúrulega, hún vissi samt alveg að hann stamaði eitthvað og ég horfði á barnið mitt, ég sagði þér frá þessu ég horfði á barnið mitt bara einhvern veginn eins og hann hefði verið sko tekið bara svona eins og hefði verið tekið lofti úr blöðru hann einhvern veginn satt bara svona og svo sá ég hann bara svona bara fara niður og það bara svona kólna niður hann bara sloknaði á hann og ég bara, þú veist ég var eiginlega vægast sagt brjáluð í þessu viðtali en ég náði svona að halda ég sagði bara við hana hvort að henni hefði fundist þetta við hæfi að taka þetta próf og við hefðum rætt það að þetta próf væri ekki að mæla það sem þetta gera af hverju þið væri að leggja þetta fyrir hann því að það bara ekki þú veist, það ábar ekki við í hans tilfelli og hún bara, já, ég skulle bara leggja þetta til hliðar en þú veist, skaðinn var skeður hún var búin að ræða hann var búin að koma með þetta og hann var búin að sjá þetta og hann var búin að heyra þetta og ég verði ennþá klökk þegar ég hugsa þetta og ég var svo reið eftir og ég hugsaði bara einhvern veginn eftir þetta þú veist, ég ætla ekki að fara í gegnum þetta aftur
Ég ætla ekki að horfa á barnið mitt og þurfa að díla við þetta aftur, þú veist, þegar hún veit alveg hvernig þetta af því að þetta svo ósangjart, skilur, gagnvart honum. Þetta ekkit mælikvarði á það hversu vel hann lesa eða hversu vel hann skilur. Þannig að ég sagði bara við kennarana, já, hann tekur ekki fleiri svona lestarpróf, þetta bara, þú veist, þetta bara tilgangslaust. Og þetta ekki að gera neitt nema að draga úr honum og láta honum líða illa bara með sjálfan sig, sko. Og við fengum það sem sagt í gegn og hann hafði ekki tekið lestarpróf, síðan þá. Þannig að við höfum haldið þessu bara áfram á allan fjórðabekk og það hefur gengið bara rosa vel. Já, og takaðu eitthvað, faraðu þá einhverja aðra leið af því að mæla leshraðan hjá honum eða? Þau hafa ekki gert það hingað til. Þær segja sjálfur bara að þær hafi í rauninni engin önnur tól og þau viti í rauninni ekki hvernig þau að mæla þetta en það hefur verið pressa á þær að skila inn einhverjum niðurstöðum. Þau þurfa að skila einhverju tölu inn fyrir hvernig að manda og náttúrulega ef þau gera það ekki sem kemur, þú veist. Já, akkurat. Þau setja inn í kerfið, þetta svona tölvu, eða sko, já, þau þurfa að setja tölur inn í tölvuna. Mér skilst það allavega, þau þurfa að skila þessu. Eitthvað error bara, ekki búið að fylla út, Já, eitthvað, þarf allavega að vera, ég veit ekki hvernig þau fiffu þetta, en svo reyndar skemmtilegt að segja frá því að þau spurðu núna í ár, hvort að hann væri til í að taka. Svo kom nýr kennari og hún sagði hún næri honum mjög vel og sagði bara, hún hefði aldrei heyrt hann lesa eða sem sagt og langaði bara svo að heyra hann lesa og hann svona, og hún sagði, skulum athuga bara núna. Já, og hann svona, vildi ekki eitthvað og hún eitthvað, skulum athuga bara núna í vetur, hvernig þú verður. Kannski verður farin að treysta mér eða betur eða kannski viltu, þú veist, gera það fyrir mig seinna eða eitthvað. Og núna var lestarpróf núna eftir áramót og þau spurðu, heldur hann sér til í að lesa fyrir okkur núna? Við ætlum ekki að nota þetta sem neina niðurst, eða þú veist, eitthvað svona til að dæma hann, við ætlum bara svona til að vita stöðuna, þú veist. Þannig að honum var gefið algjörlega val á því hvort að hann vildi koma eða ekki. Og hann var búinn að segja við mig að hann ætlaði að kannski, eitthvað svona, og svo mætti hann í skólan og mér skilst hann hafi eitthvað svona, sagt eitthvað, ég vil ekki taka þetta. Og hún alveg bara, ekkert mál, þú veist, það alveg viss, það verður svo gaman ef þú myndir gera það, en ekkert mál, ég skil það alveg. Þannig að hann kom alveg bara eftir smástund og sagði, heyrðu, jú, ég ætla að taka, ég til að taka þetta. Og hann kom sjálfur og tók þetta lestarapróf upp átt og þá kom í ljós og hann bara komin aftur á þessu meðaltalislínu. Með þess að pínu yfir, sko. En það ekki aðalega það kannski sem að, þú veist, skiptið mig mestu máli. Það meira hann gerði það á sínum eigin forsendum. Og líka fyrir hann, ég sá að hann var rosa stoltur að sjá það, hann gat þetta. Og þrátt fyrir allt, þú veist, þá hann samt. Þannig, hann á meðaltalslínunni, þú veist, þó hann stað með þetta mikið, ég veit ekki hvernig hann var í prófinu. En hann var svo stoltur af sér, sko, að hafa gert þetta. Þannig að þú veist, í staðinn fyrir að neyða börnin til að gera eitthvað. Þannig bara hefur þessi kennari einhvern svona skilning og á aðstæðum og nær til hans og sýndi honum bara þessa virðingu í rauninni að hann mætti ákveða fyrir sig, sko, hvort hann vildi þetta ekki og af því að hann gerði þetta á sínum forsendum. Af því að svona próf, upplesturapróf fyrir börn sem stama og reyndar eru líka bara börn sem eru sko bara lesblind og það getur verið alls konar. Ýmislegt sem spilar inn í sko, leshraða, upplestrarhraða. En að því að þegar maður stamar þá þetta bara ekki relevant. Sorry hvað ég sletti mikið. Svo ræðilegt. Sko sko því ég gæti tekið, nú kann ég lesa og bara, og bara fluglæs meira að segja en sko takk en ég geti tekið þetta upplestarpróf í dag og bara staðið með miklum sóma,
ekki stama neitt og svona og náð bara fullt af atkvæðum og eitthvað svona, eða þú veist, orðum á mínútu. Svo geti ég tekið það aftur í vor og stama bara rosalega mikið. Já. Og þá væri ég, samkvæmt skólakerfinu, þá hefði mér farið aftur í lestri. Já. En ég sko 44 ára gömul kona, þú veist, ég hef unnið við að lesa upphátt. Já. Þannig að sko, já, þú veist, þannig að þetta er, þú veist, þetta meikar í rauninni engan sens, þú veist, að taka þetta próf. Og ég held að það kannski skorti svolítið skilning á því og ég hafði bara ekki alveg áttað mig á því fyrir ég fór að hugsa meira þetta þegar þú sagði mér frá þessu atviki að sko að því að kennararnir sem hann var hjá á þá yngsta stigi það ekki? Jú. Þú veist að hérna að þau voru eða þær voru hérna, meðvitaður sko stamið og allt það en einhvern veginn samt sko eins og sá skilningur næði ekki lengra einhvern veginn inn í framkvæmdina eða inn í hvernig var talað þetta þú veist hvernig þetta lagt fram í þessu foreldraviðtali þú veist að því bæði hann neyddur til að taka prófið og svo líka talað það fyrir framan hann á neikvæðan hátt í staðan fyrir þá bara að ok, þú verður að taka þetta próf fyrir mig við ætlum aldrei að tala það aftur það væri kannski ein leið eða bara einhvern veginn að reyna að feika það eins og síðan, þú veist, var gert þegar þið þurf, eins og foreldrar þurfa svo oft að gera að bara, þú veist einhvern veginn að allir þurfa að vera að berjast fyrir einhverju svona, sko. Þú veist, það er svo líjandi, sko, fyrir hverju sem sko, þú veist, hvort sem það hérna, að foreldrar þurfa alltaf að vera, hérna, stíga niður fæti og heimta eitthvað svona hitt og þetta, sko. Og mér leiði oft eins og ég væri bara ógeðslega leiðileg, sko. Og ógeðslega frek og væri bara með stæla og hérna ósamvinnu því, þú veist, við kennarana en og ég svo sem ég vil ekki verið mitt mikið að berjast fyrir mínu en það virðist einhvern veginn vera þegar það tengist börnunum mínum þá kemur Mama Bear nákvæmlega í ljós og þá skal enginn vera með einhverju stæla við mig, sko, það enginn sem að lætur barninu mínu líða illa, sko, þá eiga vona á mér, sko, eða þú veist, þá kem ég bara fullum krafti. Þannig að það svona kveikti í mér þetta bara, þú veist, mér bara alveg sama hvað hérna ég þarf að gera. En mér finnst það, eins og segir, mér finnst það ekki réttlátt að allir foreldrar þurfa að gera það, af því að fólk náttúrulega mismunandi og bara hefur mismunandi orku og hérna og getu og vilja og bara tíma, þú veist, til að gera þetta og ég ekki að segja, oft hafði ég bara ekki einhvern veginn kraftin í þetta en svona kemur og fer en mér finnst það rosa ósanngjarnt mitt að allir, þú veist, hvert og eitt einasta foreldri þurfa að vera bara berjast fyrir þessu eins og þetta sé bara alltaf eitthvað nýtt Einmitt, og meðan svona þjáist barnið, eða skilurðu, meðan verið að standa í þessu stappi, þá geta krakkarnir verið útsettir fyrir einhverjum svona leiðilegum og niðurbrjótandi atvikum. Algjörlega. Af því að þú líka sagt mér að hérna svona lestur ein af hans svona sterkustu hliðum, það ekki, sko, í náminu. Jú, hún finnst rosa gaman að lesa og reyndar síðan starffræði algjör starffræði sinni og hérna reiknar bara, þú veist en jú, hún finnst gaman að lesa en hann alltaf bara vill ekki láta neyða sig til að sama, hann bara lesa ekki þrjóskar hann allt og hann vill lesa það sem hann vill lesa þú veist, á sínum forsendum þannig að það margt náttúrulega, eins og ég segja, hann náttúrulega mjög sérstök típa og hérna sérvitur og allt það, en ég menn það öll börn, þú veist, öll börn sérstök og einstök og það náttúrulega bara finna út hvað
hendar hverju einu barni. Já, akkurat. Þannig Þetta þú veist, af því þannig eru þið foreldrarnir sett í þessa stöðu einhvern veginn að þurfa að vera þú veist, með leiðindi innan gæsalappa. Já. Þannig eru kennararnir, þú veist, líka settir í erfiða stöðu af því þeir eiga skil einhverjum tölum. Já. Bara eitthvað computer says no, þú veist, inn í tölvukerfið til að, þú veist, standa sig í sinni vinnu, þú veist, þannig að þetta er einhvern veginn, já, þú veist, þetta er svona svolítið ómanneskjulegt og er í rauninni stríðir gegn því sem að talað í dag og bara held í námskrá grunnskóla. Það er þetta einstaklingsmiðaða nám og hérna já, og ég held allavega að, þú veist, það sem ég þekki til að þá eru flestir kennarar og menntunarfræðingar og hérna bara skólafólk almennt ekki hrifið af þessu upplestarprófi. Já, ok. En samt virðist vera erfitt að breyta því af því að það er svo mikill fókus á skilning núna. Já. Eða sem sagt, þú veist, að það er það sem að einhvern veginn ætti að skipta mestu máli. Já, þau taka sko lestra skilningspróf líka. Já. Það er öðruvísi sem sagt seinna. Sem er náttúrulega æði. Ég man ekki eftir því reyndar hvort að það er eitthvað nýtt eða hvort það er alltaf verið kannski viss sem að bara ekki koma. Nei, ætlum maður hefur nokkuð vita hvað maður láta hann gera. Nei. En það er eitthvað þá að maður lesa texta og svo maður spurður út af textanum sem eftir á hversu mikið maður skildi. Þannig að það er náttúrulega auðvitað frábært að það er, en það er þetta að það sé lögðu svona mikil áhersla á þetta þennan part af þessu. Já. Sem er svolítið skrítið. En þannig er einmitt sko, er ég að hugsa af því að það er kannski ekki nóg að eins og kennararnir séu meðvitaður þetta barn stamar og það mun hafa áhrif á og auðvitað bara, þú veist, skilja það mun hafa áhrif á upplestarhraða. Heldur einhvern veginn þá getur maður ekki gefið sér samt sem áður að fólk skilji raunverulega hvað það að stama þýðir. Nei. Þú veist, og að, þú veist, eins og ég var að lýsa á hana, þú veist, þetta próf hefur ekkert með, þú veist, þér hefur ekkert endilega farið aftur eða fram í lestri. Nákvæmlega. Þú veist, hérna, þetta próf bara getur ekki mælt það. Nei. Þú veist, þannig að, hérna, þannig að þess vegna vorum við með þessa hugmynd, hérna, og höfum rætt það í stjórn Stamfélagsins að það væri gott að fara í einhverja vinnu varðandi það annarkvort að bara, þú veist, vinna því að börn sem að stama bara hreinlega þurfi ekki að taka þetta próf. Þannig að hvert og eitt foreldri þurfi ekki að taka slaginn. Já. Eða hvort að rétta leiðin væri þá frekar að reyna bara, þú veist, að fræða kennara og skólafólk meira meira bara, þú veist, hvað það er hvað raunverulega þýðir að stama. Já. Og hvoru tveggja væri líklega best, þú veist, hvaða svona hugleiðingar hefur þú varðandi það? Með þetta, sko, ég veit bara ekki í rauninni alveg hver væru næstu skref. Það er náttúrulega það sem við erum að reyna að finna út í stjórninni og hérna, mér finnst að vera svona næstu skrefið mitt. Hvernig er hægt að gera þetta þannig að það hendi að því svo eru börn sem stama ekki þegar þau lesa og þau geta alveg tekið þetta próf alveg eins og, þú veist, allir aðrir, eða þú veist, það er bara eitt að koma, en ég er alveg samlega það á ekki vera svona þessi ofur áhersla á þetta próf. Og ef það væri hægt að gera það á þann hátt að það væri frekar verið að mæla þá eitthvað ákveðið eins og framburð eða einhvern tímann var mér sagt að þetta væri til að heyra, þú veist, hrynjandan, hvernig þau lesa upp á hrynjanda, en akkur er þá að vera að mæla hversu mörg orð eru rétt lesin á ákveðin tíma, þú veist, mér finnst það ekki alveg samræmast því að það sé verið að leita eftir hrynjanda og að þau stoppu og geri pásur á punktum og eitthvað svona. Þú veist, að því að ef þau að lesa á hvað mörg orð þá er það vantilega ekki að stoppa mikið á punktum, þú veist, þá er það bara að lesa eins og það er bara að buna sig í gegn, fyrir utan að ef maður stamar mikið þá missir maður niður allar hrynjandi
allar eðlilegar pásur, alla mismunandi tónhæð, Já, algjörlega. þú veist, þannig að Já, alveg hvort sem að maður líklega er búin að æfa einhverja aðferð til að þú veist, þá Já. eins og hann er náttúrulega með taktin, þú veist, hefur verið að reyna að nota það, tala Já. í takt svo hann stafi ekki. Já. En þú veist, Er það eitt af því sem hann er að þjálfa hjá talmeinafræðingum? já, það er svona það sem að honum hefur verið kennt, en hann Já. alltaf þrjóskur og fór í mótra við það að nota því hún hafði alltaf að klappa sko, aðkvæm, og fannst þetta svo astnalegt. Já. En svo er hann fann að Ég er ógeðslega astnalegt. Hvað fer alltaf hérna? Sorry, talmeinafræðingar. Já, þú veist, af því hann er rosa meðvitaður um sjálfan sig og hann verður rosa svona hann er líka bara rosa, er svo lítill gamall kall, hefur alltaf verið, hann alltaf verið mjög svona gamall í sig sko. Og það var bara, nei, þetta er bara astnalegt, ég vil ekki gera þetta. En byrju, hvenær á hann að vera að klappa? Bara alltaf? bara Tala? þegar hann talar, þú veist, í svona hérna takti og hann er fannst líka svo astnalegt að þetta heyrðist. Já, En ég meina, svo- var hann sagt að gera þetta, þú veist, í þessu prófi? Eða bara Nei, hvenær bara sem til er? að komast yfir stamið, en Já, svo að hann geti talað, af því að ef hann talar í takta þá er Já. hann, þú veist, meira alltaf eitt í einu og þetta virkar rosalega vel á hann, Já. en hún bara finnst þetta svo astnalegt, en Já, hann já, svona já. græpa það ráð að Já. gera þetta bara svona í huganum eða svona slá létt á læri á sér, þá Já, þarf já. hann ekki að gera þetta svona augljóst, sko. Þetta er svona En- til að hjálpa honum að ná meira talflæði, mæntalega. Já, Já, en ok. auðvitað þess að segja, þú nær ekki rétt hrynjanda í Nei. upplestri þó þú myndir tala í takt. Nei, bara alls ekki. Þá er það bara mjög furðulegt, sko. Mjög furðulegt. Þannig að það væri heldur Bara eins og ekki róbot. að mæla, já, þetta er með kallað hérna vélmenna tal stundum. Og hún finnst það mjög fyndið. Já, af því að sko maður fær alltaf hérna reglulega spurninguna bara já, en byrju, maður stammar ekki þegar maður syngur er það, og eitthvað, nei, þú veist, já, akkur syngur þá ekki bara það er bara, syngja allt sem ég á að segja og þá er maður svona bara, ok, hvort er furðulegra að syngja allt sem maður segir, eða bara að stama, skilurðu. Þetta minnir mig svolítið á það, þetta er ekki alveg það, þetta er ekki alveg söngleikurinn, sko. En sko, ég ætla að sýna þessari aðferð skilninga því leiti að þú ert þá einhvern veginn að, og sérstaklega fyrir börn, þú veist, og svona yngri börn að þess að venjast frekar talflæði heldur en miklu stami. Já, Skilurðu, ég held einhvern veginn, eða þú veist, mér skilst allan að þegar svona þegar verið að ræða svona talflæðis þjálfun bara fyrir mjög ung börn sem til að nýbyrjuð að stama, að þá er það einhvern veginn einmitt að þjálfa frekar flæðið heldur en að þjálfa stamið, skilurðu. Já. Mögulega er þetta eitthvað tengt því, en ég er alveg að, ég er svona, skil viðhorf hans mjög vel. Já, hann fannst ekki til að syngja heldur, sko, það væri ekki. Það finnast þetta bara mjög, þú veist, bara furðulegra að einhvern veginn klappa og tala eins og vélmenni heldur en að bara stama. En ég skilja líka bara mjög vel ef fólki finnst það bara þægilegra að, þú veist, gera það þó það hljómi kannski skringilega. Já. En svona, þú veist, en þetta er svona já, bara skiptar skoðanir og bara bara mismunandi tilfinningar sem fólk hefur Algjörlega. til þessa, sko. En svo er þetta náttúrulega ætlunin að þú byrjir svona íkt að klappa og svo er að geta nota þetta bara hérna og ég heyr alveg, hann er stundum að nota þetta og hann er orðið svona, greinilega búin að vera eitthvað að æfa sig, ætla hann æfi sig ekki inn í herbyggi þegar hann er einn eða eitthvað. Okay. Það var svolítið mikið hann, sko. Ég heyri stundum að hann er að tala svona aðeins meira í takt, og það heyrist svo lítið, en ég samt heyri það stundum og þá segi ég, varstu núna að nota taktinn? Já, ég heyrði það, gott hjá þér. Og þannig að það er svona lengri tíma, þú veist, pælingin, sko, en það er alveg bara að hann geti nota þetta þegar hann vill segja eitthvað, eða koma því svona rætt frá sér, sko. Já, svo er það mitt, að geta gripið í, geta eiga einhver svona verkfæri til að grípa í. Já. Sem að bara
getur gagnast fólki bara mjög vel, sko. Já, algjörlega. En Þú eru ekki svona letingar eins og ég sem maður nenn ekki að æfa sig. Nei, þetta er líka bara grín. spurningu hvað maður vill gera og hvenær maður vill gera það og ég meina, Já, þú veist, akkurat. þetta er bara eins og með allt annað, ég meina, stundum nenni ég að vera, þú veist, í aðhaldsokkabuxum og stundum ekki, skilur, svo kemur maður heim og þá kannski bara, þú veist, þá nennir hann ekki að vera eitthvað, alltaf að tala í takt eða með þetta, Akkurat, þú veist, þá bara slakar hann á. Já, af því að þú veist, það getur verið bara mjög, þetta, erfitt og þreytandi bæði bara andlega og líkamlega að stama mjög mikið og þá getur þetta bara verið mjög gott að hafa eitthvað svona sem maður hefur kannski þjálfað sig aðeins í og getur gripið í, sko. Já. En algjörlega, eða að mínu mati á það algjörlega að vera á manns eigins forsendum. Já, algjörlega. Manns eigin forsendum og en ekki af því að einhver annar segir það eða samfélagið segir það eða eitthvað svo leið, sko. Nei, og heldur bara af því að það einhvern veginn hjálpar þér bara í augnablikinu. Algjörlega. Já. Já, það var eiginlega, við þurftum svolítið að fara þá leið líka í þessari talmeinafræði, við ættum að ég myndi að gera æfingar, þetta var svona, nú ætlum við að taka tíma þar sem að þú ætti að gera æfingarnar eða þú veist, þú vorum að reyna að tala í takt og það var líka það sama bara, nei, þú veist, hún fannst þetta svo asnalegt og bara að vera settur svona gamall þrjóskur kall, hann er það nei, þú veist, og hann þolir ekki ef hann á að sýna sig eða ef hann fær ómikla athygli eða eitthvað svona, sko. Já. Og þannig að það var bara ekkert hægt, þú veist, það var bara, nei, hættu svo. Já. Og vildi þetta ekki, þannig að mér stæði eftir að við bökkuðum með þetta og sagðum við vorum stundum að segja við, þú veist, þú getur það bara eftir þegar þú ert einn, eða ef þið finnst það betra eða eitthvað og sem segi, nú sjáum við að hann er að nota þetta, sem er ótrúlega skemmtilegt. En það þýðir ekkert að hafa einhverju svona æfing og mér leiði úrslega illa með þetta því við áttum að æfa þetta, þú veist, í ákveðin tíma helst að hverjum degi og eitthvað svona en, þú veist, hver hefur tíma fyrir það? Já, svo er það, sko. Þú veist, heimalegstur og íþróttir og allt þetta. Tíma í allar þessar æfingar, sko. Og tímabili til að reyna að vera öðruvísi. Já, reyna að vera ekki öðruvísi. Já, og reyna að vera öðruvísi en maður er til að reyna að vera ekki öðruvísi. Öðruvísi en allir. Já. En já, akkurat. En ég held að, sko, að því að þú lýsir honum, hann sé svona svolítið þrjóskur og vilji gera hlutin á sínum forsendum, en ég held að við þurfum það öll í rauninni. Já. Og ég man eftir því ég var í svona talþjálfun þegar ég var lítil og mér fannst það bara mjög einhvern veginn erfitt og skrýtnar æfingar og svo hætti ég bara að stama í tímunum sjálfum þannig að það gagnast ekki það var alveg hálfgerð vandræði, það var ekki takt að vinna með stamið að því að kannski bara því að var orðið eitthvað svona stam safe space, eitthvað svona örugt rými þar sem þú mátt stama, þá stamaði ekki neitt kannski, ég veit það ekki eða átt að stama, þá kannski kemur pressa já, sem ekki pressa að stama ég get ekki stamað, og svona öfug pressa en sko já, þannig ég held að hann sé alveg með þetta, ég held að allir þurfi að fá að gera hlutina, þau gagnast ekkert nema að fáir að gera það á þínum forsendum og bara oft tekur það bara smá tíma að kynna það inn í lífið einhvern veginn, sko. Algjörlega. Þú veist, hann er bara svona rosa skýr með það. Af því að flest reynum að vera svona frekar hlýðinn og bara eitthvað, þú veist, bara gera það sem okkur er sagt og reyna að standa okkur og eitthvað. Já. En það gagnast ekkert endilega betur, sko. Nei, ekki svona litlum þrjóskubúkum, sko, og hann er alltaf verið þannig, því meira svona pressar á hann, því meiri baklás fyrir hann í, og mér finnst þetta svo gott þetta, þessi pressa og vilja gera, að því að nú er verið að tala um allar þessar greiningar og allt þetta og við erum alltaf átt að grínast með það við sem að safna greiningum á okkar heimili, sko. Já, svo greint. Við erum mjög greint, við erum vel greint. Sko, við fyrir ekki að drekka kerti eins og... Býtu, drekka kerti? Það var í áramótasköpun í fyrra, þannig að það var Vilji Netto sagðist vera mjög greintur og hann er bara ofgreintur og svo sem þú ert að drekka kerti. Já. Við erum alltaf að grínast með það heima. Akkurat, það var mjög gott. En já, einn sálfræðingur sagði við mig, sko, að hún tryði ekki á mótþróa þrjóskuröskun. Ok. Heldur væri, mótþróa þrjóskuröskun væri ekki
greining eða sem sagt sérgreining, heldur væri það viðbrögð við heimi sem að þú ræður ekki við eða við kröfum sem þú ræður ekki við. Já. Og þegar mér finnst þetta meika svo mikið sens og ég að reyna einhvern veginn að hugsa þetta því að náttúrulega litla daman þú veist, ef ég held að hann verið þrjóskur þá okay. þá hann ekkert með hana sko. Að stundum hún glömmið mótor á þrjóskur sko. En þá, þú veist, þá maður svolítið að bakka og hugsa, þú veist, ok, er ég kannski að setja pressu á hana sem hún bara ekki að höndla, hún bara getur það ekki, þannig að það kannski líka bara sem maður þarf að hugsa svolítið með börn og eiginlega bara alla, að þegar maður fer í þessu þrjósku þá það ofta því það verið að fara yfir mörkjum hans og það verið að íta manni út í eitthvað sem maður vill ekki gera. Og það kannski bara mismöndi hversu fljótt þessi mótorói kemur fram, þú veist, hvort að hversu fast maður spyrnir á móti og hversu fljótt það að koma, þú veist, sumir kannski spyrna ekkert á móti og eru bara, þú veist, einhvern veginn taka bara þátt í þessu og gera bara það sem að þeim sagt að gera, sem að ég held að sé ekki heldur gott, sko. Nei, Þannig að ég held að við ættum bara svolítið að taka þetta inn í allt, að sína bara almennt börnum og öllum bara þá virðingu að fá að vera. Burðarlyndi. Já, og gera þetta á sínum forsendum. Að því að svo var líka stórt stökk fyrir að núna daginn þegar það var kynning, það búið að vera svona kynningar reglulega í skólanum, það sem að læra eitthvað ákveðið efni, svona þema, og svo það kynna það fyrir foreldrum. Og það hefur verið risaðilu þema og alls konar og hann alltaf bara neip. Og já, hann vill ekki fara upp og þau að standa upp fyrir framan bekkin og alla foreldrana, og kynna eitthvað, bóðið, sko. Og þau eru 2-3 saman í hóp. Og hann fer með, hann stendur uppi og ég sagði, þú veist, verst allan með þeim, start allan þú veist, við hliðin á hópnum. Það er eina sem ég biði að gera, eða þú veist, svona eila pínu allast til þess að þú gerir. En ef að þeir sem eru með þér í hóp eru VSA eða svo sem er með þér í hóp, eru til í að kynna, þú veist, ok, þá er það allt í lagi. Ef að þau samþykja það. Og hann alltaf bara, svo stendur hann alltaf bara og segir ekki neitt, sko. Og svo var kynning núna daginn á Klánuti og Klánuti kynning og hann var með Mars og þá náttúrulega stendur bara minn kalli upp bara og kynnir bara helmingina glærunum og bara eins og hann hefði aldrei gert neitt annað. Og hann var ekki eins og búin að segja við kennarana. Hann kann það núna. Hann kann það, en hann sagði eftir á sko að honum hefði fyndist þetta rosalega stressandi. Hann var rosalega stressaður og kvíðinn fyrir þessu en hann gerði þetta. En þá var hann líka svo stoltur. En að því að hann ákvað að gera þetta sjálfur. Ég var búin að svona hvetja hann til þess og búin að segja svona, þú veist, það væri kannski snitt að prófa það og það væri alltaf gott að augra sér svona á og til og fara út fyrir þægindarammann og annars myndi maður ekki læra neitt, sko. Og hann ákvað það bara, ég svona sér að gera þetta, kom kennarunum á óvart og allt og þeir voru alveg yfir sér sem sko. Og stamaði? Eitthvað, ekki mikið en eitthvað, sko. En virkaði svo samt rólegur yfirvegar þó hann hefði sagt eftir að hann hefði verið rosa stressaður að þá bara það var svo flott ég fikk tár í augun, sko, ég var svo stolt af honum, þetta var svo yndislegt, sko. Þannig að vonandi bara að það verður náttúrulega bara auðveldara til sem maður gerir svona hluti oftar en ég mér svo kannski næsta að kemur þá er hann kannski ekki til stuði og vill það ekki, kemur frá ljós, sko. Þetta er náttúrulega bara æfing eins og allt annað að koma fram og svona þó að fólk sé í grunninn misstressað fyrir því og oft ferða reyndar ekkert alltaf eftir hvort maður stamar eða ekki, sko en það er náttúrulega, það er líklegra að þú stamar að þér finnist erfitt að koma fram en það er ekki samt ekki alveg bein. Ekki alveg svona fasti, sko. Beintengi. Ég held að það hef ekki heldur verið aðalmáli því að hann hefur alltaf verið þannig að hann þúlir ekki miklu athygli, sko. Já, akkurat. En mér finnst það bara svo skýrt dæmi það að ef þú hættir að pressa á einhvern þú veist, ef hann fær að gera þetta á sínum hraða, hvað maður fær þá fær maður niðurstöðunar og þá koma svona stökk, sko. Já, við þurftum að gera smá pásu á upptökunni og núna munum við ekkert hvað við vorum að tala um.
Við vorum að tala hvað skiptir máli að það ekki að vera ekki Já, að vera ekki ítt út í hlutina. Já. Alveg rétt, já. Gera, einmitt, fá að gera hlutina á sínum forsendum og sínum hraða og svona. Já. Akkurat. Sko, ég að hugsa með þetta að því að nú fáum við stundum hjá stamfélaginu, við fáum stundum fyrirspurnir frá foreldrum yfirleitt sko hvort við getum bent á einhverja talmeinafræðinga að því nú vitum við bara það skortur á talmeinafræðingum og og þú veist, börn á biðlista bara mjög lengi og fólk til að komast í talþjálfun þannig að við erum stundum spurð út í þá hluti og svona þú veist hvernig get ég láti barnið mitt hætta að stama og þá fær maður alltaf að svara sko, þú veist og svona reynir að við náttúrulega bendum alltaf bara á þá talmeinafræðinga sem að við þekkjum til að vinna bara sérstaklega með stama því að stam er ólíkt öðrum svona hvað sem hömlunum eða eitthvað en þannig að sko, já, þannig að við vorum svolítið að vinna í því fyrir 2 árum að reyna að sannfæra foreldra að það snýrist ekki bara að láta barnið sitt hætta að stama sem að ekki hægt. Nei. Sorry guys. Heldur mikilvægi, já, þess að til dæmis bara kynnast öðrum börnum sem stama og jafnvel að kynnast fullorðnu fólki sem að eisa lífið, eða þú veist bara venjulegu fullorðnu fólki sem stamar og getur mögulega verið bara góðar fyrirmyndir og og ég meit jafnvel fyrir þú veist foreldra að kynnast hvert öðru og fyrir foreldra að kynnast fólki sem stamar fullorðnu fólki sem stamar algjörlega að það geti gagnast sko hvert ætlaði ég að fara með þetta já, ég var aðalega að hugsa held ég það sko kannski var ég bara að hugsa að reyna að nota þennan vettvang þetta tækifæri að því að mögulega höfum við náð eyrum einhverja foreldra, barna sem stama hvort við ættum að reyna að fara aftur út í það að reyna að rífa upp eitthvað smá barnastarf og mynda einhvern hóp og gera eitthvað og það er þá bara svona félagslegum grunni sko, þá erum við bara að gera eitthvað félagslegt, við erum ekki endilega að eitthvað æfa okkur í að tala eða þannig, heldur kemur það bara í kjölfarið sko en já, það sem ég var að hugsa líka var þetta sem að við vorum byrjaðar að pæla í fyrra hvort það væri gott að fá foreldra til liðs við okkur og jafnvel einhvern úr skólakerfinu til þess að vinna einhvern veginn að þessum málum hvað var þar skólan sko að því að foreldrar og þau sem eru bara þú veist núna í þessum aðstæðum eru að díla við skólan núna það var bara miklu meiri innsýn inn í þessi mál einhvern veginn og þess vegna var ég hugsa þú veist hvort það getur verið gott að virkja foreldra þú veist ég hugsa að það væri mjög sniðugt og það væri svo gaman að heyra líka bara frá foreldrum hvort það sé áhugi fyrir því að hittast og hvort sem það er með börnin eða ekki, ég menna kannski ég vil bara fyrst að hittast bara fóreldrarnir og bara eins að tala saman og heyra svona upplifun frá öðrum fóreldrum mér náttúrulega hefur fundist ég svolítið svona ofta alveg svolítið eini í þessu sko og eini í þessari baráttu þannig að auðvitað þú veist ef það eru fleiri sem eru þar og eru jafnvel bara að byrja þessa baráttu eða þessa vegferð sem við segja kannski frekar þannig að þá bara, væri svo gaman að heyra í þeim sko að svo að þurfi ekki allir að fara í þennan slag akkurat þannig að það má skrifa okkur á stam@stam.is til dæmis, það er netfangið svo er Stamfélag Íslands á Facebook líka og heimasíðan stam.is það er hægt að senda fyrirspurn
Það væri bara ótrúlega gaman að heyra sem flestum, bara hvort þau vildu, hvort það einhverja pælingar eða reynslusögur eða hvort þau vilji hittast eða hvort þau vilji hittast með börn eða án barna eða... Einmitt. Án barna, djók. Það er alltaf gaman, það er alltaf gott líka að komast út og anda aðeins hvort sem alveg sama hvernig börnin eru. Það er bara en hvernig ekki mamma. Já, ég líka manneskja. Já. En hvernig þú veist, fenguð þið fljótlega einhverjar svona ráðleggingar þú veist, eftir að kemur ljós, að hann sonur eitthvað stamar, eitthvað svona ráðleggingar, hvernig er best að höndla það, þú veist, hver eru hjálplegustu viðbrögð ykkar sem foreldra? Og fannst þér gagnlegt eða ekki gagnlegt? Þú veist, það var alveg gagnlegt á þeim tíma náttúrulega bara að fá einhverja leiðbeiningar því maður er rosa týndur náttúrulega bara þegar það kemur fyrst, sko. En þú veist, þetta var samt rosa svona basic einhvern veginn, það var náttúrulega, þetta var ekki gott að klára setninguna, þú veist, og sína þolinmæði og hlusta og allt það, sko, sem að maður, þú veist, maður veit, við vissum einhvern veginn alveg og höfðum alveg alltaf gert, sko. Svo kannski alveg gott að heyra þetta samt, þessu áminningu. Og svo náttúrulega erum við með annað barn líka sem að var náttúrulega, það var líka smá að finna, þú veist, taktinn þar á milli, að hún myndi ekki alltaf vaða yfir hann og allt taka á honum orðið, sko. Þannig að það auðvitað líka alveg hjálpaði, en þú veist, ég er ekki að segja að við kannski gert það endilega eitthvað mikið auðveldara, sko. Nei. Maður er samt bara svolítið einn í þessari baráttu heima eða þessari kennslu og þú veist, og finna svona sinn takt. En það er kannski aðalega bara að það sem ég hefði kannski vilja á þeim tíma væri að heyra frá öðrum foreldrum hvernig þeir eru að tækla það og hvernig þeir eru að, þú veist, svo maður þyrfti ekki sjálfur kannski að átta sig á því að þú veist, hvað maður getur gert og hvað maður á að gera og á að gera það náttúrulega bara hvað hendar, þú veist, finna það eitthvað út sjálfur hvað ákveða að vera frek og ákveðin og standa með barninu mínu alveg sama hvað gerist. Þannig að ég held að svona hópur myndi örugglega gera mörgum mjög gott, sko. Já, algjörlega. Vonandi bara rignir inn núna fyrirspurnum og bara áhugasömu fólki. Já. Það væri gaman. Já. Maður lærir alltaf mikið af því að tala við aðra, sko. Eða stama við aðra. Já. Sko, við höfum nú talað bara ýmislegt. Kannski bara að því að hann er að því að nú er hann hjá fer til talmeinafræðings reglulega, það ekki? Og hefur gert hvað lengi? Hann byrjaði hvað var hann gamall þegar hann fór? 6 ára 6. Já, hann fór fyrst þarna örugglega 5 ára þegar hann vildi ekki tala við hana. Og þá náttúrulega tókuðu svolítið pásu og fengu meira svona heimaæfingar og svona, því að ég hugsa að það myndi hafa miklu, þú veist, betri áhrif á hann og hún var bara mjög hrifin af því, en svo fórum við aftur og jú, hann er búin að vera reglulega, en svo reyndar er hann ekki búin að fara núna í svolítinn tíma, en fekk svo tíma á mánudaginn, hann er búin að vera í svona bara þegar það losna tími þá heyrir hún í okkur í svona undanfarið ár, 1,5 ár. Já, einmitt. Já. Og er það, sko, þú veist, hvernig líkar honum, hvernig líkar þér og hvernig finnst þér svona nálgunin hjá henni vera? Sko, mér er svona æðisleg. Finnst þetta gagnlegt? Sko, já og nei. Jú, hann er náttúrulega búin að læra fullt af aðferðum, eins og ég segi, sem að sem hann hefur svona í verkfærakistunni, hann getur gripið í það þegar hann vill og þarf að því að halda eða honum finnst að henda og honum finnst rosalega gaman að fara til hennar. Ég veit ekki hvort það er
aðalega því að hann sleppi við skólan eða þú veist, ég kem og sækja hann í skólan sko. Næs, það var ekki svoleiðis í gamla dag. Nei, og ég eiginlega skil heldur ekki með það sko, af því að hérna, ég sem betur fyrir í þannig aðstöðu og ég get sótt hann hérna á miðjum degi og farið með hann sko, þetta tekur samt alveg. Þetta alveg 2 tíma prósess næstu skilur að ná í hann og fara með hann og svo býði ég með hann inni og skutlun og svo aftur í skólan. En þú veist, foreldrar þar sem báðir aðlæðir í fullri vinnu, þetta ekki eðlilegt að einhvern veginn ættast til þess að þetta sé bara hægt, sko. Myndirðu vilja sjá að það væri sko talþjálfun í boði innan skólans? Já, það þarf allan að vera... Eða innan hverfisins eða hverfismiðstöð eða... Algjörlega það þarf að vera eitthvað, en það bara ekki nógu margir sem held ég sérhæfðir í stami sko til þess. Nei, akkurat, af því að það náttúrulega talmeinafræðingar sem koma í leikskóla og annað og þetta svo skrítið með blað því að eins og ég sagði með þessa yngri, þú veist, hún gat ekki sagt R og þú veist að þjálfa hann í það því að þetta var komið, þú veist, hún var það gömul og hún fór þú veist, einu sinni í viku þá kom talmeinafræðingur í leikskólan til hennar og tók hana og síðan einhver aðra líka, þú veist, í tíma og alveg þangað til hún var komin upp í hérna grunnskóla var hún að fara alveg fyrsta hálfa árið til hennar einu sinni í viku, þú veist, og það að því hún getur ekki sagt R og svo ég með barn sem að hérna stamar sem þú veist, yfirleitt talaðum sem alvarlegur talgalli eða þú veist, eitthvað svona kannski hefði meira þurft á þess að halda og jafnvel fyrr og hann bara fekk ekki, þá fær hann bara biðlista þú veist, og maður býður og þetta svo, mér finnst þetta svo absúrt sko. Akkurat, bara af því að sérfræði þekkingin ekki Nei, það vantar einhverju sem að sér af þessu eða sko, bara ekki til staðar, Nei, ekki allavega með við fjöldan sem þarf á þess að halda sko. Nei, en svo aftur sem segi, ég myndi ekki samt líta á þetta sem lækningu þú veist, ef að barnið sé að koma stað hjá talmeinafræðing til þess að lækna það og ég held að það sé kannski að mikilvægast að bara ekki gera sér hérna, setja þá pressu á þetta, þessi tímar séu til að hann læri að stama aldrei aftur og hérna og bara lækna hann, sko, þetta bara svona verkværi, þetta bara verkværikista sem að hann hefur. Sem alveg mögulega einhver hugmynd sem að foreldrar hafa, þú veist. Já. Og eins og varst að segja í byrjun skilur auðvitað viltu bara barnið þitt sko sé eins og bara, eða þú veist falli innan í eitthvað norm, nú ger ég gæsalappir aftur sko af því maður vill ekki að barnið sitt þjáist sko en en svo það bara ekki alltaf raunhæft og þannig að þetta svona, eitthvað sem getur gagnast ef að aðferðirnar eru þannig og þú varst að segja sko, þú myndist að honum finnst mjög gaman að fara til hennar hvað heldur að það sé? Sko, honum finnst gaman að fara til hennar sem ég segi náttúrulega því hann sleppi við skólan að einhverju leyti, en svo finnst honum líka bara, finnst hún mjög skemmtileg hún nær honum rosalega vel og svo þetta líka náttúrulega bara hvað þetta, klukkutími, 45 minnur eða eitthvað, þessi klukkutími þar sem að, þú veist, hann með mannesku sem að sýnir honum alla athygli, þú veist og hann fær bara að vera hann og henni, þú veist, hún hefur svo gaman á honum og að tala við hann og það ekki, þú veist, það engin pressa að því fyrst var svolítið svona, var hún með svolítið kannski eldri aðferðirnar þar sem að hún stoppaði hann þegar hann byrjaði að stama og sagði hún svo byrja aftur og eitthvað svona svo bara konar nýri aðferðir, hún fór á svo flottar aðstöðnu úti fyrir einhverju síðan og þá bara svona svolítið tók hún það út snarbreytti og þá þetta meira einmitt á hans forsendum, þú veist, sem við erum að tala um hann að hann spurður, þú veist, hvað finnst þér best að nota, viltu nota talmeinatalið, viltu, þú veist, nota eða viltu bara, og það svona bara mismöðu hvernig liggur á honum, sko og þá var þann bara þetta rosa gaman, þannig þau eru bara að spila í klukkutíma eða hann að búið til sögu, hún finnst það æðislegt sko, að búið til sögu og reyna að fá hann til að segja það upp aftur, þú veist, að þá finnst honum gaman að segja frá. Já, akkurat þannig að
Þannig hún svona sko búin að kynna fyrir honum hérna mismunandi aðferðir sem að hann síðan hefur svona einhver stjórn á því hvað hvað hann æfir sig í og notar. Já, hvað hann vil nota. Einmitt. Og líka bara hverju sinni, kannski mismunandi, það þetta vélmenna tal og það að fara hægt á stað og það svona nokkra aðferðir sem að, þú veist, skjaldbökutal og vélmennatal og skjaldbökutal, hvað það? Já, tala hægt og byrja byrja hægt, já, einmitt mér ámar eitthvað hægt inn í, þú veist, setninguna einmitt og eitthvað eitt viðbútt minni mér sem að, en hann var ekkert rosa hrifinn af því þannig að það var alveg þetta, sko einmitt. Já, ég man, það var eitt sem ég lærði líka sem var neikvætt stam, minni mig að það hafi heitið. Kannski það sem hann fílar ekki, ég veit það ekki. Það þá sko, gerir þér upp stam. Þá stama ég svona viljandi. Já, ok. Svona spennulaust stam. Já. Svona eins og ef ég var í rauninni að þykjast stama. Já, og kannski bara frekar lélega, skilur við. Ég ætlaði, ég var búin að hugsa á leiðningað í upptökuna að ég ætlaði að kynna þig inn sem ekki stamara en sem ég gerði svo glemdi ég ætlaði jafnvel að segja við þig að þér væri náttúrulega velkomið að stama sko. Þetta væri kjörinn vettvangur til að æfa sig í að stama í þessu, sorry, hann veit kannski ekki mikið eftir en þú mátt alveg setja það inn Það komur þetta smá áðan og mér finnst það stundum koma þegar ég eitthvað svona að hugsa og reyna að koma út að þá kemur stundum svona eitthvað, en ég veit ekki hvort það flokkist sem stamir Nei, ég held að sé meira þetta var bara eitthvað strangur stamari Nei, já, það talað þú veist, allir stama eitthvað upp að einhverju marki og það kannski það líka oft sem að vísað í svona og kannski sem að þessi mýta að maður stami þegar maður stressaður, það að því kannski, þú veist, fólk almennt stamar oft þegar það stressað eða en svo eðlilegt, bara svo eðlileg hik þegar maður að tala, sko Já og hugsa. En að það sé og hugsa að tala og hugsa sama tíma, þetta bara mjög erfitt já, akkurat sko en það var ég man líka eftir að í þjálfuninni hjá mér þá var mér bent á sérstaklega líka að taka eftir því að allir stama eða taka eftir svona hiki hjá öllum og hlusta og fólk almennt tala, örugglega eitthvað þannig að mér líði ekki illa með mitt eða eitthvað eitthvað svona ég veit ekki og kannski heyra og þú heyrir betur að það ekki ef fólk stamar þó það heyrist ekki eða þú veist þetta Jú, fólk sem stamar yfirleitt miklu næmara á það ef að aðrir stama hvort, þú veist, sem að fólk sem að stamar myndi ekki átta sig á, sko Nei Nákvæmlega, ég er að nálgast það aðeins, ég er farin að heyra smá meira, sko, að ég gerði. Einmitt, sko, fyrst úr farin að klokka þá þegar að hann að nota robóta talið sitt hana. Já. Ég heyri það, sko. Að þá, svona tjúna inn. En að því að pappans stamar eitthvað, en það einmitt svona, þú veist, hann stamaði þegar hann var yngri og segist hann stamar ennþá í dag ég var alltaf með þetta, hann segist stamar ég heyri það aldrei, hefur eitthvað svona en en sem greinilega stamar en það bara heyrist hann ekki í félaginu? Jú er ekki fjölskyldi áskrift ef ég þá ekki allir það er ekki hafa það þetta er fjölskyldupakki en hann heyrist svona stundum svona af og til og hann hefur alveg sagt stundum þarna stamaði ég og svona líka bara leif, þú veist, hann heyri það akkurat, en þetta er svo mögulega greinilega margbreytilegt sko, sem ég áttaði mig ekki á það er þetta dulda stam sem farið að tala um meira líka og var svolítið talað minnst á einhverjum kynningum og svona á þessari heimsráðstefnu og ég hafði sjálf ekkert hugsað út í það því að maður bara, þú veist, það er bara svo normal, veruleiki manns er svo eðlilegur ég er normið, þannig að það er líka alls konar sem að kannski við sem stöfum sjálf áttum okkur ekki endilega á þú veist, en það er þetta það er þetta dulda stam sem er stam sem heyrist ekki af því að þú veist
Já, að því við getum unnið sko með þetta þú veist, að það hægt að vinna með að ná meira talflæði, þannig að aðrir heyri það ekki, að þú stamir eða sjáu það, en stamið samt alltaf inni sko. Já. Og þú veist, við tölum stundum að manneskja sem að heyranlega og sýnilega stamar rosalega mikið, getur átt meiri eða haft, þú veist, miklu meiri lífsgæði heldur en manneskja sem að heyrist aldrei eða sést á hún stami, en hún stamar samt. Já. En að því að sú manneskja, þú veist, mögulega lætur stamið sko stoppa sig í alls konar. Já. Að láta drauma sína rætast eða skilurðu, eða bara að segja ekki það sem að við komum til langar að segja og allt svona sko. Þú veist, þannig að það þetta, þú veist, að þó það heyrist ekki að þá lifir þú kannski alltaf í óttanum við að stama, þannig að þú jafnvel bara, sumir bara hreinlega hætta að tala, þú veist, sem náttúrulega sem mjög ykt, en það til, þú veist, en já, þannig að það getur haft mjög neikvæð áhrif á lífið þitt þó að heyri enginn á stami og stamir og sumir eru jafnvel í skápnum með það, skilur þú veist, þannig að passa að heyrist ekki. Svo kannski kemur þú veist og fer að segja fólki, ég nefnilega stama, nei, þú stamar ekkert svo mikið, og skilur þú, fólki alltaf reyna að vera eitthvað svo jákvætt og peppandi. Já, nákvæmlega. En Já, ég heyri það reglulega mitt þig, já, það var svo flott núna, hún stamaði ekki neitt bara þegar ég talaði við hana. Í alvöru? Já, eða þú veist, svona í gegnum tíðina og ég er núna farin að vera pínu svona, þú veist, er hún bara hætt að stama? Það mitt hefur komið reglulega, í alvöru? Eitthvað svona, og ég segi núna bara já, ég meina, þú veist, hún hefur bara átt góðan dag eða kannski bara, þú veist, það heyrðist bara ekki núna eða eitthvað, þú veist, bara frábært. En maður er svona farin að horfa á þetta öðrum augum einhvern veginn þegar maður heyrir svona hluti, sko. Já, þetta, sko, mér finnst þetta næstu því móðgandi. Ég veit að fólk meinar það, ekki þannig, skilur við. Þannig ég ætla ekki að taka því þannig. Nei. En sko, einmitt. Þetta bara ótrúlega merkilegt, hvernig svona aðrir horfa á svona hluti og halda náttúrulega sé að meina þetta óslega vel, þú veist. Já, akkurat, sko. Einmitt, en það náttúrulega bara þessi fókus og þetta sem tölum stundum sem læknisfræðilega fókus að það betra til dæmis, að að stama ekki, heldur að stama og þú veist, við þurfum að lækna það. Já. Einhvern veginn. Og þetta hefur verið svona með allt náttúrulega, einhverjuna og allt, sko. Og bara með allt, og bara fötlun, alls konar fötlun almennt, sko. Já. Það er Þannig sem betur fyrir að verða vitundavakning með þetta. Eibulismi er eitthvað orð sem að ég bara hreinlega kann ekki íslenska orðið yfir, þetta hugtak, ég veit ekki hvort það hefur verið þýtt. Eibulismi sem er bara mjög þekkt í fötlunarfræðum og eitthvað sem að við þurfum að vera meðvitaðri þess að gera ekki ráð fyrir fólki sem að, þú veist, er öðruvísi á einhvern svona hátt, sko. Er það þá að þau þurfa að finna út úr því bara sjálft og... Já, til dæmis, skilurðu, að fatta ekki, þú veist, við erum að hanna byggingu og við föttum ekki að hafa lyftu sem eitthvað svona basic dæmi, við föttum ekki að hafa, þú veist, gott aðgengi að húsnæði fyrir fólk sem notar hjólastól, en svo hefur þetta bara með svo alls konar að gera. Ég var til dæmis, kannski eitt, dæmi ég var í skólanum, ég satt í námi í listaháskólanum og við vorum í tíma þar sem við áttum að vera að deila hugmyndum eitthvað svona verkefni sem við vildum vinna til að para okkur saman og við áttum að fara svona speed dating eða svona hraðstefnumót og nota tíman í það að þú veist að tala og segja hvert öðru frá okkar hugmyndum og fengum eitthvað 5 mínútur eða eitthvað í svona hraðstefnumóta formi sem er náttúrulega eitthvað sem að
myndi, já, sem eitthvað sem hendar fólki sem stamar ekki droslega vel. Ég enda að hugsa ekkert alveg út í það af því að ég bara stamaði ekkert mikið á því tímabili eða þann daginn eða eitthvað sko og bara gerði það, og það var ekkert mál, það var ekkert eitthvað meira mál fyrir mig en hina nemyndina, en svona svo eftir að, þú veist, það fór ég að hugsa, já, þú veist, þetta var í rauninni ableismi. Já. Það er að segja, já, að gera ekki ráð fyrir að það geta kannski ekki allir útskýrt hugmyndina sína svona sæmilega vel á 5 mínútum, skilur, af því það geta kannski ekki allir tala. Þú veist, þannig að þetta bara mjög tricky, þú veist, þetta getur verið mjög snúið, það svo margt sem þú þarfst að hugsa út í, sko. Já, algjörlega. Algjörlega. Og maður þekkir ekki sem stamar, þá er maður ekkert að pæla í þessu, sko. Nei, og þetta kannski aldrei hægt að hafa allt og allar aðstæður inngildandi fyrir öll, skilurðu, þú veist, en það bara, en við höfum öll gott að því held ég að bara svona hugsa, maður þarf að hugsa svolítið út fyrir bóksið og hugsa út í hlutina, en já, það er til fólk sem ekki eins og maður sjálfur. Já, það er til fólk sem ekki eins og maður sjálfur. Já, einmitt. En eitt sem vildi segja samt með þetta, við sem að kenna honum líka og þeim sig, við erum svo frábært bara hvað þetta kom sterkt fram núna, þetta nýja lag með Páll Óskari. Já, einmitt. Blómin í garðinum. Við vorum að hlusta daginn og bara frá því að við heyrðum í fyrsta skipti, frá því að ég heyrði það og ég var alveg heilluð, sko, að því að mér fannst bara eins og verið að syngja mig og örgulega margir sem tengja þar og strákurinn mér var alveg heillaður og hann bara, getur við hlustað þetta aftur? Já. Svo vorum við að tala þetta eitthvað daginn og ég spurði hann eitthvað svona, þú veist, skiljiði hvað hann er að syngjum, skiljiði textan? Og þá heyrðist ég honum bara, já, það er verið að syngjum svona fólk sem að er kannski ekki alveg eins og allir aðrir og eru kannski svolítið sérstakir. Svona eins og við. Já, við, ekki eins og bara við. ég. Nei, við öll, við erum öll með greiningar og já. En þarna tengdi og þetta var ekkert sem við vorum búin að segja eitthvað sérstaklega þetta, en hann alveg bara tengdi þetta strax. Og fann að vera með svona túlkandi hugsun. Já, hann er búin að vera það greinandi hugsun. Lengi, en við veist að svo bara hvað hann kveikti, bara svona eins og við. Þannig að hann veit alveg, við erum kannski ekki eins og allir, þú veist, en ég meina eins og fullt af fólki samt, það eru margir. Og enginn er auðvitað eins og allir. Nei. Það er engir allir. En það er þessi hugmynd okkar, eða þú veist, normið er til af því að það er til sem einhver hugmynd og hugsun sem við höfum og það er kannski það sem er vinnur gegn okkur, sko. Já, og það er enginn sem er akkurat þar, sko. Nei. Það var mjög sterkt, þannig að sá ég svona, hann skilur þetta og hann var mjög stoltur af þessu því að þetta var alveg bara, þetta er svona svo við, þú veist. Geggjað. Og fannst þetta óðalega og gott að svona listaverk séu til, geta verið svona valdeflandi. Algjörlega. Svona, einmitt. Já, æðislegt, þannig að hann er svona finnur bara styrkin sinn líka einhvern veginn í þessu. Hvernig hann er og hann sé. Og kannski að því að hann veit að við stöndum með honum, ég hugsa að það hafi líka, ég held að hann hafi svolítið sko örugglega frá því að ég var á sem foreldrafundi og sagði þetta bara beint við hana, að þetta próf væri bara ekki og ég var, þú veist, ég var og þú sagði þetta á fundunum fyrir framan hann og við kennaran og þarna sér hann að það er verið, þú veist, að mamma stendur með honum og er með honum í liðu. Mér finnst eða frá því að ég gerði það þá fannst mér að fá svona svolítið auka styrk að vera, þú veist, og standa fyrir sjálfu sér einhvern veginn og bara vera með sér í liði með þetta og hann segir alveg híklaust sko í skólanum þegar það er sagt við hann og eitthvað svona pikklestur og eitthvað að vera á poti hann að nei að lesa og þá bara segir minn kall bara nei. Hann bara, jú, það er ekki að lesa, þú ætti að lesa upp Nei, takk bara nei, ætla ekki að lesa Mér finnst þetta svo flott, ég ætla nefnilega að spyrja því restina, er eitthvað sem þú vilt segja þú veist, eitthvað við foreldra eða kennara eða bara fólk sem hittir börn sem stamar einhverjum svona ráðlíkingar, mér finnst þú flott og varstu mitt að segja núna þú veist að þið hafi staðið með honum, sko Já og
það allan ein sem að ég túlka sem allan bara stórkostlega ráðleggingu. Já, ég held að það sé bara að sterkasta sem þú gerir, finna út hvað henda þínum barni og startu bara með þínum barni, ekki vera eitthvað hrættum að, þú veist, vera leiðilega foreldrið. Trufla einhverju aðra. Já, stundum þarf maður bara svolítið að vera leiðilega foreldrið, óþólandi mamman eða þú veist, einhvern veginn sem að bara svo að barni finni styrkin. Einmitt. Að ef að mamma getur þetta og hún þarna með mér í liði eða pappi eða þú veist hver það að þá get ég líka og við reynum að gera þetta náttúrulega öllu liti ef hann segir okkur eitthvað, þú veist, hann hefur alveg sagt okkur hann hafi verið að gera eitthvað af sér í skólanum og eitthvað svona og þú veist, í staðin fyrir að skamman fyrir það, þú veist, eða eitthvað svona þú veist, þú ættir ekki að gera þetta, eitthvað svona það náttúrulega bara gaman að hann segja mig frá þessu og svo segja náttúrulega, þú veist það alveg, en þú veist en takk fyrir að segja mér þetta og stundum alveg pínufyndi, það var að fikta í tölvunni hjá kennarunum og það var alveg pínufyndi þannig að ég sagði alveg, ok, ég skil alveg þetta pínufyndi, en hérna en það samt, en ekki hérna þú veist það alveg, hann ég vítum þannig að standiði með ykkur og ykkur bönnum aðeinslegt það eru flott loka orð held ég bara takk kærlega fyrir komuna og takk fyrir að deila og veita okkur þessa innsýn inn í ykkar líf og hans líf og bara mjög áhugavert og ég vona að þetta sé eitthvað sem að gagnist fleirum og ég efast ekki að þetta eitthvað sem að gagnast fólki þarna úti. Já. Bara takk fyrir að bjóða mér. Ég vil taka fram að hann leyfði mér að koma og segja þetta. Já, með fullu leyfi. Já, þetta með fullu leyfi frá honum. Sko. Já, það er svolítið. Yes. Þannig að, og bara takk fyrir að hlusta og endilega tjekkið á fyrri stamvarps þáttum okkar ef þið hafið ekki heyrt þá. Það eru svona 4 þættir sem voru gerðir áður, sem eru aðgengilegir á YouTube og Spotify. Ég vil nú ekki vera að auglýsa Spotify, en ok, en þú veist, ég ætla að segja bara streymisveitum, Neutral og og endilega tjekkið á heimasíðun okkar hjá Stamfélag Íslands, stam.is og við erum líka á Facebook og við erum á Instagram og eitthvað svoleiðis og ætlum að vera rosa dugleg núna setja inn efni og svona. Auglýsum eftir einhverju góðu ungumenni sem svona samfélagsmiðla, getur verið svona samfélagsmiðla áhrifavaldur einhver. Já, okkur vantar svoleiðis. Vinsamlegast, ef þú ert þarna úti og stamar og ert ógeðslega góður eða gott í að gera efni fyrir samfélagsmiðla, hafðu samband við okkur. Hjálp. Ok, hörðu. Nóa bylli. Yes. Takk fyrir komuna, Svanhvít Ásta Smith og bara takk fyrir hlustunina. Bye.